Jæja, gott fólk. Eigum við ekki fara að hefja að leika? Klukkan er 5 mínútur yfir. Þannig við gerum ráð fyrir því að allir séu komnir sem ætla að vera með okkur í dag. Ég vil bara bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þennan upplýsingafund sem að málefnahópur heilbrigðismál stendur fyrir og formaður hópsins er Emil og hann er hér, Emil Thorsen. Og ég þakka honum og Stefáni Vilbergssyni sérstaklega vel fyrir utanumhaldið og skipulag þessa fundar. Þá vil ég auðvitað þakka og bjóða velkomin hér Stefán og Ernu frá Sjúkratryggingum Íslands og fundarstjóri í dag verður Sigmundur Ernir. Það er mikilvægt fyrir okkur sem að notum kerfið að fá upplýsingar hvernig þessu nýja kerfi verður háttað. Það tekur gildi núna 1. maí. Það er eflaust ekki gallalaust og við höfum heyrt af því að það eru einhverjir sem að koma til með að mögulega greiða meira í heilbrigðiskostnað við gildistöku þessa nýja kerfis, en það eru líka fjölmargir sem munu greiða minna og það eru þetta jákvætt skref. Ég vil minna á það að starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands eru ekki þeir sem að smíðuðu kerfið eða ákváðu að þetta nýja kerfi myndi taka gildi, lagalegt gildi. Heldur eru þau hér til þess að upplýsa ykkur hvernig þetta er allt saman og það er auðvitað bara mjög gott fyrir okkur að vita þá hvar við þurfum hugsanlega að hafa áhrif á breytingar. En ég vil bara enn og aftur bjóða ykkur velkomin og svo langar mig til þess að nota tækifærið fyrst að ég fékk að tala hér í upphafi fundar. Ég kem ekki til með að geta setið fundinn í dag en hann er tekinn upp svo að við getum fylgst með honum síðar. En þann 1. maí, sem er núna mánudaginn, vil ég gjarnan hvetja ykkur til að koma og taka þátt og hvetja fjölskyldu og vini til að koma og taka þátt með okkur. Við ætlum að ganga undir slagorðunum lúxus eða lífsnauðsyn, fátækt útilokar fólk frá samfélaginu og það verða allir lúxusöryrkjarnir sem að fá svona lúxusbuff með kórónum. Og við erum núna komin að stað með auglýsingaherferð á Facebookinu og við fengum hérna líka að hengja plakkött í flestum svona stærstu strætóskýlunum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem að við erum með myndir til dæmis af dömubindi, lúxus eða lífsnauðsyn. Við erum með mynd af astmapústi sem á nú kannski við í dag hér, lúxus eða lífsnauðsyn. Hlutir sem að örorkulífeyrisþegar margir hverjir hafa þurft að neita sér eða spara. Annað sem að, og þetta eru atriði sem að margir telja lífsnauðsynleg, í það minnsta nauðsynleg. Þannig við vekjum svolítið athygli á því og svo verðum við með útvarpsauglýsingar og þær verða einhvern veginn svona njóttu þess að andað þér með nýju astmapústi þú átt að skilið. Þið veitir, eins og þetta sé svona einhver lúxus að veita sér þessa muni. Gramsað í grænmetiskælunum, við lifum nú bara einu sinni. Af því að það er ekki allir örorkulífeyrisþegar sem geta veitt sér það að kaupa sér ferskt grænmeti. Þannig við vekjum svolítið athygli á þessu í göngunni ár. Okkur vantar alltaf gott fólk til að dreifa buffum eða bara að halda á forgönguborð og vera með ykkur, þannig ég vil hvetja ykkur til þess að taka þátt. Og ef þið hafið ekki heilsu til að reka þá einhvern annan í staðinn. En enn og aftur, Emil, Stefán, Sigmundur Ernir og Sjúkratryggingar Íslands, ég bara þakka ykkur fyrir komuna og gef Sigmundur Erni orðið. Góðan fund. Takk. Takk fyrir þetta, formaður Öryrkjabandalagsins, aldeilis baráttu andi í þeim góða hópi og ástæða til að leggja eyrun við hér í dag vegna þess að það er verið að kynna nýtt greiðsluþátttökukerfi sem tekur eins og elegantum gildi núna 1. maí. Og að mörgu að huga, þetta er gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir öryrkja, sjúklinga og reynar allan almenning í þessu landi og við þekkjum það sem hefur til dæmis alið upp misjafnlega sterk börn, sum hver mjög veik, að það getur verið heill frumskór að fara í gegnum þetta kerfi fyrir venjulegt fólk. Þess þá heldur að kynna sér þetta hér af vörum Ernu sem starfsmaður Sjúkratrygginga og ég tek það skýrt fram að hún sem sé starfsmaður Sjúkratrygginga, hún ekki ábyrg fyrir þessu kerfi. Það eru þingmenn sem setja lögin
Það er ráðherrans ekkjur túlkað, þau látið ráðuneytisfólk sitt búa til reglugerðir í ljósi lagana, þannig að það er við það fólk að sakast ef pólitíkin er röng en ekki hana Ernu. Þannig að hún ætlar hins vegar að kynna þetta fyrir okkur og það er mjög mikilvægt að leggja eyrun við vegna þess að það er í mörg horn að líta og hún áttur að tala hér í væntanlega einar 40 mínútur til að útskýra það helsta í breytingunum og eins og Ellen gat þetta er mjög mikið hagsmunamál fyrir alla sem þurfa í þessu horn að líta. Sumir eiga klárlega eftir að græða á breytingunum, aðrir hugsanlega ekki og við getum spurt að því hér í lok þessa erindi sem Erna ætlar að fara með fyrir okkur. Nokkuð praktísk atriði, salerni hérna frammi á stigagangi, á að giska nýbakar kleinur, kaffi og te hér stjórnmálsmegin frá ykkur séð. Þið getur gengið hérna að því bara á meðan að við erum að fara í gegnum fundin og að loknu hennar erindi ætlum við að hafa spurningar, ekki pólitískar, heldur þess eðlis að það er auki við upplýsingu fundarins og við förum að sjálfsögðu fram með virðingu til starfsfólks sjúkratrygginga í þeim efnum. Við getum hins vegar haldið svo annan fund til að skamma pólitíkina, ráðherrana, þingmenn og aðra þá sem ákveða þetta fyrir hönd þjóðarinnar. En Erna, gjörðu svo vel, þeitir orðið og púltið, tökum vel á mótinu. Takk fyrir. Eins og kom fram þá heiti ég Erna Geirsdóttir og er starfsmaður Sjúkratrygginga Íslands og ætla að reyna hér í dag að fara í gegnum þessa reglugerð með ykkur. Þetta er nú ekki einfaldasta reglugerð sem ég hef lesið, þannig að það er svona eins og fram hefur komið í mörg horn að líta. Þannig að markmiðið mitt hér í dag er kannski helst að þið skiljið, eða það flestir nái svona grunnhugsunin í kerfinu. En markmiðið með nýju greiðsluþátttökukerfi er að lækka útgjöld þeirra einstaklinga sem hafa þurft hingað til í núverandi kerfi á mikilli heilbrigðisþjónustu að halda og hafa greitt háar fjárhæðir fyrir þá þjónustu og létta þannig byrðum af þeim sem að í núverandi kerfi bera mestan kostnað en þeir sem hafa greitt minnst munu þurfa í einhverjum tilfellum að borga meira en áður, jafn mikið eða meira en áður. Við tókum svona saman hjá sjúkratryggingum hversu margir einstaklingar hafa verið að greiða yfir 80.000 krónur á ári fyrir heilbrigðisþjónustu. Bak við þessa tölu, 45.000, er að vísu ekki 45.000 einstaklingar, heldur 45.000 einstaklingar og fjölskyldunúmer. Og það skýrist af því að börn telja upp í kerfið sem einn einstaklingur, þannig það eru fleiri einstaklingar á bak við þessi 45.000. En það voru 45.000 sem greiddu 80.000 krónur eða meira fyrir heilbrigðisþjónustu árið 2016. Núna er ég með þetta hérna G.K sem ég var búin að lofa mér að taka út. Þetta þýðir greiðsluþátttökukerfi. En í nýja greiðsluþátttökukerfinu þá getur hámarksgreiðsla hjá almennum einstaklingi mest orðið 69.700 krónur á ári. Þá fyrir læknisþjónustu, þjálfun og fleira. Ég fer yfir þá eftir hvað áhendir nýja kerfið. Hjá lífeyrisþegum, það er það ellilífeyrisþegum og örorkuþegum, og börnum, þá verður hámarksgreiðslan á ári mest 46.463 krónur. Að vísu ég fer aðeins yfir þá eftir að þá eru börnin að mestu gjaldfrjáls í nýja kerfinu. Við tókum það líka saman hversu hátt hlutfall einstaklinga er að greiða meira og svo jafn mikið eða minna í núverandi kerfi og svo versus í greiðsluþátttökukerfinu. Og þá kom í ljós að það eru 155.000 af 270.000 einstaklingum eða fjölskyldunúmerum eins og ég fór yfir áðan sem munu greiða minna eða sama fyrir heilbrigðisþjónustu í nýja kerfinu samkvæmt okkar áætlunum, samkvæmt áætlunum Sjúkratrygginga Íslands. En það eru 115.000 einstaklingar sem munu borga meira í nýju kerfi. Ef við fer aðeins yfir hvernig greiðsluþátttaka einstaklinga er reiknuð, að þá svona er grunnhugsunin kannski í kerfinu svo að enginn greiði meira en ákveðna hámarksfjárhæð í hverju mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu.
og það telja fleiri greiðslur einstaklinga upp í kerfið en í núverandi kerfi. Svona stærsta breytingin er svo að núna heyrir sjúkraþjálfun undir kerfið og ég listaði hérna upp hvaða þættir það eru sem telja upp í kerfið. Þessir efstu þættir hérna, heilsugæslan, komur á sjúkrahús, komur til sérgreinalækna á sjúkrahúsum og utan sjúkrahúsa, rannsóknir, geisla- og myndgreiningar og sálfræðiþjónustu barna. Þessir þættir sálfræðiþjónustu barna hjá sálfræðingum sem eru með samning við Sjúkratryggingar Íslands. Þessir þættir telja allir upp í afsláttarkorti í dag, eins og kannski margir þekkja. Það sem bætist við í nýja kerfinu er að núna safnar þessar þjónustur sem ég taldi upp ásamt þjálfun og meðferð húðsjúkdóma saman upp í afsláttarstofninn. Og það er þá sjúkraþjálfun, talþjálfun og iðjuþjálfun. Meðferð húðsjúkdóma, það er til dæmis ljósaböð fyrir psoriasissjúklinga. Þannig greiðslur fyrir alla þessa þætti safnast saman upp í greiðslumarka einstaklinga og ég mun fara yfir það eftir hvað greiðslumarka eru upp í þetta hámarksgjald sem einstaklingar þurfa að ná. Ég skal bara opna réttindagáttina eftir og sýna ykkur hvernig ég farið inn í hana. Ég vona sem flestir þekki réttindagáttina en við höfum kannski ekki kynnt hana nógu vel hjá sjúkratryggingum. En í réttindagáttinni geta einstaklingar séð hvað þeir eiga að greiða að hámarki fyrir heilbrigðisþjónustu þegar þeir eru að fara til læknis. Þannig að þú getur flett upp þinni stöðu þar og séð ef þú ert á leiðinni til læknis eða í þjálfun eða í ljósaböð og séð hvað þú átt að borga mestu í þeim mánuði miðað við þá stöðu sem Sjúkratryggingar Íslands hafa. Þar geta einstaklingar líka fundið yfirlit yfir alla reikninga sem berast til Sjúkratrygginga og sinn útreikning í greiðsluþátttökukerfinu. Þannig að þú sér komur þínar til lækna og þjálfara, útreikningana á því hvernig þessi staða þín reiknast í kerfinu. Í núverandi kerfi þá er réttindastaða einstaklinga, við erum með svolítið marga þætti þarna undir. Við erum með það sem við köllum almennur, svo geta einstaklingar verið örorkulífeyrisþegar, ellilífeyrisþegar, þeir geta verið með grátt kort og svo eru börnin með fleiri stöður og svo framvegis. Í núverandi kerfi er þetta einfaldara. Það er staða sem er kölluð almennur og almennir eru einstaklingar 18–66 ára og þeir greiða 90% af heildarverði reiknings en aldrei meira en hámarksgreiðslu sem ég fer yfir á eftir. Svo eru þessir aðrir sem eru þá aðrir en almennir og það eru örorku- og ellilífeyrisþegar og börnin. Þau eru núna saman komin í einn hóp sem eru þá með sömu réttindastöðu. Þessir einstaklingar, þeir greiða 60% af heildarverði reiknings en þó aldrei meira en hámarksgreiðslu. Þegar ég er að tala um heildarverð reiknings þá breytist það í rauninni ekki neitt. Þetta er bara að reikna út frá gjaldskrá sérgreinalækna og hún er ekki að breytast neitt 1. maí. Það verður sama gjaldskrán og er í dag og þannig að og verði reiknast út frá því. Börn með sama fjölskyldunúmer, þau safna upp í sameiginlegan afsláttarstofn sem er ekki breyting frá fyrra kerfi og eins og ég nefndi áðan þá eru börnin almennt gjaldfrjáls í nýja kerfinu nema að ég fer yfir þá eftir það er að koma tilvísunarkerfi og börn sem eru ekki með tilvísun munu greiða 30% af heildarverði þeirra meðferða sem þau eru í fyrir þá þjónustu sem er verið að veita þeim. Börn undir 2 ára eru almennt gjaldfrjáls, eru alltaf gjaldfrjáls í nýja kerfinu og börn með umönnunarbætur sömuleiðis. Þannig þau munu ekki þurfa tilvísun, en við förum betur yfir það eftir. Staða einstaklinga hingað til hefur verið með þeim hætti, hvernig réttindastaða maður breytist. Ef til dæmis barn verður 18 ára, það hefur réttindastaða þess bara miðast við fæðingardag eða afmælisdag viðkomandi barns.
Í núverandi kerfi verður réttindastaðan alltaf að breytast við mánaðamót, bara út af því hvernig útreikningurinn er. Þannig að það var ákveðið að gera það með þeim hætti að ef að barn verður 18 ára í mánuðinum, segjum bara hérna eins og ég er búin að setja á glærunni í miðjum febrúar, þá greiðir hann allan febrúar eins og barn, þá með réttindastöðuna aðrir, eins og ég var að sýna ykkur hérna áðan. En ef barn verður örorku eða ellilífeyrisþegi eða barn var umönnunarbætur í miðjum mánuði, þá greiðir sá einstaklingur allan þann mánuð eins og hann sé með réttindastöðuna aðrir. Og þetta var gert til þess að hafa réttindastöðuna alltaf sem besta fyrir einstaklingin. Þannig að ef þú ert að fara að greiða meira, þá býðum við með að breyta réttindastöðunni fram að fyrsta degi næsta almanaksmánaðar en færum það fram hjá þeim sem eru að fá réttindastöðuna aðrir. Hvernig safna mér upp í þetta hámark? Það verður tekið tillit til greiðslusjóða einstaklinga fyrir gildistöku nýs greiðsluþátttökukerfis þann 1. maí. Það þekkja kannski sumir eins og þegar lyfjakerfið tók gildi að þá byrjaði maður á núllpunkti þegar lyfjakerfið tók gildi. Núna þá verður það ekki svoleiðis, heldur verður tekið ákveðið sem við kallum safntímabil frá 1. desember til 30. apríl, 1. desember 2016 til 30. apríl næstkomandi. Það verður safnað saman öllum greiðslum á þessu 6 mánaða tímabili og þær munu telja upp í þessa hámarksgreiðslu. Hámarksgreiðsla á mánuði í nýja kerfinu fyrir þá sem eru með réttindastöðuna almennir er 24.600 og þá 16.400 fyrir almenna. Og eins og ég segja, hámarksgreiðslan tekur mið af síðustu mánuðum við upphafi kerfisins er það 6 mánuðir sem eru safnað þarna saman í rauninni eins og í 1 mánuð. En svo hérna telur kerfi lengur aftur. Ég sýni ykkur það á eftir í með svona dæmi sem að ég sýni hvernig við safnum upp í hámarksgreiðsluna. Það sem mér finnst vera jákvætt í þessu er að réttið í dag það fyrnast hvorki við áramót né á 12 mánaða tímabili. Það sem hefur verið ákveðin galli í núverandi kerfi er að þú byrjar alltaf upp á nýtt á nýju almanaksári, 1. janúar hvert ár. Til dæmis ef ykkur fyrir aðgerð í desember og það er að greiða þar 35.200 krónur og er komin þá með afsláttarkort, að þá fyrnast réttindi hans 1. janúar hvert ár. Í núverandi lyfjakerfi þá er það þannig að það er svona hlaupandi 12 mánaða ár, þar sem þú byrjar einhvers staðar á árinu að kaupa lyf og kemst upp í eitthvað svona afsláttarform sem að gildir á 12 mánaða tímabili en því að því 12 mánaða tímabili lýkur þá byrjar upp á nýtt og það aftur og safnar upp í hámarkið. Það er ekki svoleiðis í þessu kerfi. Þó einstaklingar sem eru mikið að nota þjónustuna geta verið að greiða og svona þetta lágmarksgjald sem ég ætla að fara yfir á eftir lengur en yfir 12 mánaða tímabil. Greiðslumark og orð sem við erum að nota til að lýsa þeirri upphæð sem einstaklingar geta að mestu þurft að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu í mánuðinum. Þegar þið farið inn í réttindagáttina og sjáu þar hvaða upphæð þið að greiða að mestu fyrir heilbrigðisþjónustu í mánuðinum, þá sú staða greiðslumarkið ykkar. Þannig að greiðslumarkið eða mánaðargreiðsla fyrir þá sem eru komnir upp í hámark sem hafa til dæmis greitt 24.600 í mánuðinum og undan, hún verður mest fyrir almenna 4.100 og fyrir aðra 2.733 krónur. Og þessi lágmarksgreiðsla er þannig að þú greiðir þessa lágmarksgreiðslu í hverjum almanaksmánuði ef þú ert að nýta þjónustuna sjálfsögðu hjá þeim sem eru komnir upp í hámark. Þá ég við að þú til dæmis ferð til læknis í segjum apríl og þú greiðir þar 24.600 eða fyrir læknisþjónustu eða þjálfun, þá ertu komin upp í þetta hámark. Ef þú ferð aftur til læknis í apríl eða í maí, þá greiðir ekki meira en 4.100 hjá lækninum í þeim mánuði. Þetta er samt ekki lágmarksgreiðsla í þeim skilningi að þú getur ekki borga minna.
til dæmis komugjaldið á heilsugæsluna að mig minnir 600 krónur, þá borgar 600 krónur. Það bara safnast það upp í þessar 2.733 krónur. Þannig að, já, ekki misskilja það þannig. Ég fæ alltaf spurningum þetta, þannig ákvað að setja þetta bara inn í glæritum minna. Og þá byrjar hver mánuður hérna hjá þeim sem eru komin upp í hámarkið, annarkvort á 2.733 krónum eða 4.100. Ef engin heilbrigðisþjónusta notuð í mánuði hjá einhverjum sem er komin upp í einstaklingi mánuðinum þar á eftir, þá safnast þessar lágmarksgreiðslur upp. Og ég er með dæmi. Þannig sem ég ætla að fara yfir og ég vona að þið skiljið þetta. Ef ykkur finnst þetta óljóst, þá með ég endilega spyrja mig og ég skal fara betur yfir þetta þegar við förum við spurningarnar á eftir. Hérna tók ég dæmi einstakling, lífeyrisþega, sem að hefur ekkert verið að notfæra sér hvorki heilbrigðisþjónustu, þá á ég við hvorki við þjálfun né læknisþjónustu. Ég er með janúar, sem að kannski ég var ekki heppilegt að ég er alltaf að reyna að eyða þessu almanaksárs hugsun hjá fólki, en ég er að vona að hún einhvern veginn fjari út. En þessi einstaklingur byrjar í janúar og hann á að borga, þegar hann er ekki búinn að vera nýta þessi þjónustuna neitt, 6.400 krónur að hámarki í þeim mánuði. Hann fer til læknis eða þjálfara á heildarverð reikningsins 20.000 krónur, 60% af því 12.000 og hann greiðir það og sjúkratryggingar greiða restina. Í seinasta dag þessa mánaðar, ef þessi einstaklingur fer ekki meira, hvorki til læknis né þjálfun, þá þetta greiðslumark sem hann myndi þá sjá í réttindagáttinni 4.400. Það þá 12.000 pluss 4.400 eru 6.400 krónur. Þá erum við búin að draga þessar 12.000 krónur frá bara upphafsstöðin hans. Við þessar 4.400 krónur bætast alltaf 2.733 fyrsta almanaksdag hvers mánaðar. Þannig að hann byrjar 1. febrúar með 7.133. Þá er ég búin að bæta lágmarksgjaldinu við greiðslumark síðasta mánaðar. Þá fyrir hann þjálfun, kostar 5.000. Hann greiðir 60% af því sem 3.000 krónur. SÍ greiða restina. Þá greiðslumark hans síðasta dag í febrúar 4.133. Það þá 7.133 mínus 3.000 greiðslumark hans þessu mánuði. Við þetta bætist 2.733 fyrsta dag í næsta almanaksmánuði. Alltaf bætist við 2.733 krónur. Þá nýtur hann heilbrigðisþjónustu sem kostar 25.000. Í rauninni 60% af því 15.000 og hann ætti að greiða það þegar hann var ekki búinn að safna sér neitt upp í hámarkið. En af því að greiðslumarkið hans 6.866, þá greiðir hann ekkert meira en það í þessu mánuði. Þá greiðslumarkið hans eða greiðslustaðan í lok þessa mánuðar bara 0. Þannig ef þessi einstaklingur væri búinn að borga þessar 6.866 krónur í mars, segjum 2. mars, og þurft aftur að fara til læknis eða þjálfun síðar í mánuðinum, þá myndi hann ekki greiða fyrir þá þjónustu. Þannig að hann búinn að borga upp í hámarkið sitt í þessu mánuði. Svo hélt ég bara áfram til að sýna að þá borgar hann 0, þá fer hann upp í 2.733. Fyrir í svolítið dýra komu, borgar samt ekki meira en 2.733, því hann byrjar þar. Þá greiðslumarkið hans 0, ef hann fer aftur síðar í þeim sama mánuði, almanaksmánuði, og nýtir sér þjálfun eða læknis, þá borgar hann ekki neitt. Byrjar 1. maí með 2.733 krónur, fer ekki til læknis í þeim mánuði, og endar hann bara mánuðinn með sömu stöðu hann byrjaði með, þannig að ég ekki búinn að nota neina þjónustu. Þá verður greiðslumarkið hans mánuðinn þar á eftir 5.466 krónur og þá greiðir hann ekki meira en það í þeim mánuði. Þessar 2.733 krónur fundnar upp, það hefði mátt rúna í dag, 2.770 eða 80, en jæja, þær fundnar út með því að þetta 16.400 deilt með 6.
Þannig ef að einstaklingur er komin upp í hámark og nýtir enga þjónustu í 6 mánuði, þá er hann aftur komin upp í 6.400. Þú fer ekkert hærra en það og þá helst hann þar bara jafn lengi og bara þangað til hann nýtir sér einhverja læknis eða þjálfun, fer til læknis eða í þjálfun. Það er kannski ágætt samt að stoppa hérna því ég veit að þetta er ekki mjög einfalt og kannski bjóða upp á að fólk spyrji áður en við höldum áfram og förum við tilvísunarkerfið. Það eru engar spurningar. Já. Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Jóhannsdóttir. Mér langar bara svona beinu framhaldi það sem þú varst að segja. Hérna spyrja þig, er það þá rétt skilið að þú borgar 2 sinnum á ári ef þú ert bara kannski veik 2 ári, þá myndir 2 sinnum borga lágmark hérna 24.000. Skiljið þið rétt þannig? Já, ef að þú ert kannski komin upp í 6.400 og ferð ekki til læknis í 6 mánuði eða 5 mánuði og ferð svo í 7. mánuðinum, þá ertu aftur komin upp í 6.400. Þannig að þú getur greitt það. Það er það hámarkið, maður borgir 2 sinnum, þú veist, fulla greiðslu. Það getur ekki. Nei, hámarkið er aðeins þarra, því svo getur verið að greiða 4.100 eftir það á mánuði. Já. Hámarkið er þess að 46.463, svo getur við fundið ótal leiðir hvernig maður kemst upp í það hámark, en það er hámarkið. Já, einmitt, þá hef ég skilið þetta rétt. Ég ætlaði bara svona, hvort að það væri rétt hjá mér að það maður geti lent í því að maður færi 2 ára að borga í raun og veru 2 sinnum hámarksgreiðsluna. Fleiri spurningar þetta atriði? Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Lilja Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Öryrkjabandalagsins. Takk fyrir greinargóðar skýringar. Ég veit þú ert að reyna að skýra það eins vel og þú mögulega getur. Mér langar bara að spyrja einnar einfaldar spurningar. Gæti einstaklingur lent í því að borga í einum sama mánuði 46.463? Nei, greiðsluþakið í sama mánuði er alltaf 16.400 krónur. Þetta er alltaf yfir. Þú borgar ekki meira fyrir læknis heimsóknir og þjálfun meira 16.400 í sama mánuði. 24.600 fyrir almenna. Ég miðaði þessar tölur við lífeyrisþega, en já, og 24.600 fyrir almenna. Fleiri spurningar akkurat þetta atriði, en til að vera ófeimin við að bera fram spurningar. Þetta er upplýsingafundur og eins gott að reyna að skilja þetta. Nokkurn veginn til boss. Við getum líka haldið áfram og svo getum við komið aftur í líka með dæmi og eftir. Gjörðu svo vel þetta. Já, nei, það er einn spurning. Gjörðu svo vel. Það getur nú verið að þetta sé pólitísk spurning en þið eru náttúrulega búin að liggja yfir þessu og þekki þetta út og suður. Mín spurning er reyninni eða það sem við óttumst er að fólki sem hefur frestar heilbrigðisþjónustu, nýtir sér ekki það sem það þarf að nýta sér. Er þetta kerfi líklegra til þess að snúa þessu dæmi við eða búum við áfram við þennan ófögnuð, ef ég orða það svona? Nú bara, ég get ekki svarað því miður. Þetta eykur ekki frestun á áratuna. Nei, Nei, þú getur ekki svarað öllu. Ekki frekar en við hinn. Fleiri spurningar þetta atriði? Erna, þú heldur bara áfram. það held ég áfram. Það tekur tilvísunarkerfi fyrir börn tekur gildi 1. maí. Og ég ætla nú bara að fara svona stuttlega yfir það hér. En það ágætt að minnast á það. Það er heimilis- og heilsugæslulæknir sem getur gefið út tilvísun fyrir barn ef hann telur að það þurfi á sérhæfðri meðferð að halda. Og þetta er það fyrir þjálfarana og sérgreinalæknana. Gildistími tilvísunar er almennt alltaf 1 ári í reglugerðinni. Nema það fyrir börn sem eru með langvinna sjúkdóma eða fötlun, þá er heimilt að gildistími tilvísunar sé alltaf 10 ár. Þjónusta að fá tilvísun, það kostar ekki að fá tilvísun.
og barn með tilvísun þarf heldur ekki að greiða fyrir myndgreiningar eða aðra rannsóknir sérfræðinga sem hann telur þörf á til að greina viðkomandi barn. Ef það er til staðar tilvísun, ef það er ekki til staðar tilvísun fyrirgefiði, þá greiða börn 30% af heildarverði fyrir þjónustuna. Börn með umönnunarbætur og svo börn sem er ekki um 2 ára, þau greiða ekkert gjald fyrir tilvísun. En ég ætla að láta þetta nægja tilvísunarkerfi, þið spyrjið það bara ef það eru fleiri spurningar varðandi það. Ég tók hérna nokkur dæmi bara til að sýna hvernig einstaklingar er að koma út úr kerfinu. Það eru það einstaklingar sem eru að nota þjónustuna minna og gætu þá lent í því að greiða meira. Og svo hérna einstaklingur sem er kannski að fara í dýra aðgerð. Fyrsta dæmi sem ég tók, það er einstaklingur sem fer 2 á mánuði til geðlæknis yfir 12 mánaða tímabil. Og þetta verð miðað við algengasta viðtali á geðlækni. Í núverandi kerfi myndi sá einstaklingur greiða 5.623 krónur fyrir greiningaviðtal og í fyrsta skipti sem hann mætir. Svo kemur hérna einu sinni sem hann greiðir 4.000 kall og eftir það greiðir hann 1.010 krónur fyrir komuna. Samtals gera þetta það bil 32.000 krónur ári. Nú betra að vera hitt. Í nýja kerfinu, af því hér er þetta ekki kannski sem við getum sagt að sé svona stórnotandi, þá hækkar þessu upphæð og þessi einstaklingur væri að greiða 46.000 krónur rúmar á ári fyrir sömu þjónustu. Og það að því gefnarnir myndi ekki nýta sér neina aðra þjónustu en þessa. Og af því að það sem ég var að reyna að útskýra áðan með að einstaklingar, þessi 2.733 krónur, þar skarast ekki við neitt mark, hvorki almanaksárið né annað. Að þá í fyrsta ára myndi hann greiða 46.463 krónur. Af því í fyrsta mánuðinu myndum þau fara upp í 6.400 og greiða 2.733 krónur næstu 11 mánuði. Næstu 12 mánuði þar á eftir, þá myndi hann greiða 2.733 krónur á mánuði 12 sinnum. Þannig árið á eftir væri það 32.796 krónur. Heildarverðið á því ári. Svo tók ég hérna dæmi einstakling sem er í axlaraðgerð sem svona mjög algengt. Í núverandi kerfi myndi hann greiða þarna 22.000 fyrir aðgerðina með liðspeglun. Svo þurftur að fara 10 tíma til sjúkraþjálfara og þá átti að borga það bil 40.000 krónur á ári með við lífeyrisþega. Í maí þá myndi fyrirgefið eftir að greiðsluþátttökukerfi tekur gildi. Þá myndirðu borga að mestalagi 8.900 krónur í fyrsta mánuðinu. Þá myndirðu fara í aðgerðina og 3 sinnum í sjúkraþjálfun fyrsta mánuðin. Þá greiðirðu 8.900 krónur hjá aðgerð á svæfingalækninum, þegar þú ferð í aðgerðina. Svo ferðu 3 sinnum í sjúkraþjálfun í sama mánuði og þá greiðirðu ekkert hjá þjálfarana. Er einhverjar spurningar þetta akkurat? Þess að var áðan, já. Ég heiti Vilhjálmur Hjálmarsson, kem frá ADHD-samtökunum og UBÍ. Greiningaviðtal í dag kostar 5.623 ár. Ég ger ráð fyrir það sé niðurgreitt þegar. Hvað kostar það í nýju greiðsluþátttökukerfi? Getur verið að sé nær 15.000 krónum? Greiningaviðtal í dag? Já. Ég get ekki svaraði konkrétt, það er Ég grunum að sé 15.000-20.000 sem þýðir það ef ég fer í 1 viðtal á mánuði þá borga ég 3 mánuði í röð það bil 15.000 krónur í hvert skipti. Greiningaviðtali er eitthvað til 17.000 krónur, þá myndir þú borga 60% af því. Nei, ég er almennur þannig að ég myndi borga 90% af því. Almennur, 90% af því og eftir það 4.100 krónur á mánuði. Þannig að ég myndi sem sagt borga í 3 mánuði einu sinni í mánuði myndi ég borga 16.000 krónur eða svo, 15.000-16.000 í hvert skipti. Nei. Að ég fær í 3 viðtöl þann mánuðin. Þegar þú komum upp í 24.600, þá greiður ekki meira í þeim mánuði en 24.600 í mánuðinum eftir. En ég hefði samt að leggja út ansi mikið í einu að ég var að byrja í geðlækni. Það er svolítið stórt stökk að byrja í meðferð, það er alveg rétt.
fleiri spurningar í þessari loksu? Mig langar að spyrja, eru sjúkraþjálfarnir stöðvarnar tilbúnar til að vera í þessu kerfi eða þarf maður að leggja út og fá síðan endurgreitt? Sjúkraþjálfararnir eru svo vel settir að þeir söfnuðu sér fyrir nýju kerfi og kostuðu sjálfir það að taka og eru komnir með kerfi sem er í svona rauntíma samskiptum. Þannig þeir eru best settir varðandi þetta. Sjúkratryggingar, það náðist ekki að smíða kerfi sem er í svona rauntíma samskiptum. Með rauntíma samskiptum á ég við að ef þú ferð til læknis, segjum að morgni dags, þú ferð til einhvers læknis og þar er greiðslumarkið, segjum 10.000 krónur og þú átt að greiða 10.000 krónur fyrir komuna. Ef þú ferð til læknis sama dag aftur, þá breytist ekki staða þín. Þá er staða þín hjá þeim lækni einnig 10.000 krónur. Að því við erum ekki komið með tölvukerfi þar sem læknendur geta að tala saman og séð á rauntíma hvað þú ert búin að greiða hjá lækni fyrir sama dag. Þannig í einhverjum tilfellum því miður og sjúkratryggingar gerðu athugasemdir við þetta þegar reglugerðin var sett, að reglugerðin tekur gildi áður en tölvukerfið er tilbúið og þar af leiðandi mun einhverjir einstaklingar þurfa að leggja út fyrir kostnaði og fá hann endurgreidda frá sjúkratryggingum. Gott og vel, Erna, þú kannski bara heldur áfram. Já, ég var með ég held áfram með dæmi, þá í júní þá greiður 2.733 í fyrstu sjúkraþjálfuninni og svo ekkert í næstu 3 og í júlí þá greiður 2.733 fyrir fyrsta tíman og síðan ekkert gjald. Þannig það er talsverður munur fyrir þá sem eru að lenda í miklum kostnaði. Já. Skulum bíða eftir mikrofónum. Hvað ertu? Hvað ertu? Ég var bara að pæla í það sem þú varst að segja núna. Já. Þannig að getur hans endur tekið punktinn. Punktur sem þú varst að segja, þú veist. Þú greiðir 2.073. Nei, hitt, fyrir ekki. Áður hún byrjar að segja þetta. Og í svarinu gamla. Með maður getur þurft að greiða 2 svar. Já, það sem ég ætla að spyrja er, þurfum við þá sem einstaklingar að safna af kvittunum og innheimta, þú veist? Nei, þetta er mjög góð spurning. Ég hefði þetta að taka það fram að sjúkratryggingar þær greiða, við höldum utan um þetta alveg svo við núverandi kerfi og greiðum einstaklingum út. Einstaklingar þurfa að vísa að vera búin að setja inn bankareikningi sinni í réttindagáttina, en ef hann er inni og við sjáum að það er endurgreiðsla í kerfinu, þá greiðum við það út. Þannig að hver einstaklingur fær aðgang að réttindagáttinni? Það eru allir með aðgang að réttindagáttinni í dag. Sem að eins og nú fyrir mig, ég hafði ekki hugmynd um það. Hvernig, er það þá tengt við íslykil eða? Það er tengt við íslykil og rafræðinskilríki. Okay. En það er alveg rétt, það er alveg til dæmis punktur sem ég held að kannski sé alveg. Og það er að fara í gang auglýsingaherferð þar sem við munum meðal annars kynna réttindagáttina sem er bráðnauðsynlegt einmitt út af þessu. Ég sérstaklega þegar þetta tekur gildi eftir helgi. Já. Það er svona, þeir að verða svona síðustu farfið að kynna þetta. En það var velferðarráðuneytið síðan það að kynna og það er verið og ég veit að það er búið að búa til kynningamyndbönd til þess að kynna kerfið. Aldeilis góða punktur. Þið hafið helgina. Ég var nú bara með eitt dæmi einni viðbót þar sem ég var aftur að sýna að þetta er almennur einstaklingur sem fer tvisvar á heilsugæslu og tvisvar sinnum til sérgreinalæknis á ári að hann greiðir meira. Það eru þessi stóru notendur kerfisins sem er að lækka greiðslurnar hjá, það hækkar örlítið hjá hinum. Og hér er ég bara að reikna greiðslumarkið hjá viðkomandi. Þannig að óþarf að fara aftur yfir það. En annars var bara komið að spurningum. Gott og vel, endilega látið þið vaða. Ekki mikla pólitík, en þeim munum meiri fræðslu. Ásta Dís heiti ég er formaður sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu en ég er líka samhæfingarstjóri PEP á Íslandi sem eru samtök fólks í fátækt. Mér langar til þess að spyrja út í það sem að Villi var að tala um rétt áðan, að einstaklingur sem að þarf mikla þjónustu og er að byrja í einhverju meðferð og er telst almennur
er einhvað svigrúm til að koma til móts við fólk sem ekki getur greitt fyrir meðferðina? Ég þekki ekki hvernig það er, en það er ekki hjá sjúkratryggingum að minnsta kosti, en ég þekki ekki hvernig það er, hvað önnur úrræði slíkur einstaklingur gæti leitað til. Já, greiðsludreifing eða eitthvað þess átt gæti bjargað einhverjum sko, en þá þyrfti að vera eitthvað svigrúm einhver staðar fyrir einstaklingar sækja um það. Það verður alltaf að samræmið við lækninn vegna þess að það er læknir sem að lukkar viðkomandi. Takk. Það eru fleiri spurningar hérna bak á mósmegin, ef svo má segja. Þú býður, það er... Sælblessi, ég heiti Gunnar Alexander. Ég ætla að fá kannski að koma bara með eina spurningu. Þú talaður í þínu góðu erindi að 155.000 einstaklingar sem koma til með að borga þetta kerfi koma til að borga sama eða minna þegar það er gert gagnvart því kerfi sem er að renna sér skeið á enda núna eftir helgi. En 115.000 koma til með að borga meira. Og þá langar mér bara að varpa þeirri spurningu til þín. Núna er þú á fundi Öryrkjabandalagsins. Hvað hátt hlutfall af þessum 115.000 eru lífeyrisþegar? Það var ekki tekið saman, það var bara teknir allir einstaklingar sem hafa greitt á landinu. Þannig ég veit það ekki, því miður. En það væri áhugavert að taka það út. Það er að fá þá tölu fram nokkur hratt og vel eða ekki? Ég veit það ekki, ég get komist að því. Já, takk. Guðmundur Magnússon heiti ég, fyrrverandi öryrki og núverandi ellilífeyrisþegi. Ég er bara að velta fyrir mér, sko, þetta var mikið rætt hérna á sínum tíma þegar þetta var að fara í gang, þessi samræming. Og hérna Pétur Seitins Blöndals nefndin, að þá var alltaf hugsunin að þetta væri líka lyfin. Lyf og allt sem að kæmi heilbrigðiskerfinu við og samræming á því. Síðan eru lyfin tekin þarna út og það er búið til sérstætt kerfi, já, misgáfulegt. Og svo kemur þetta og þetta, ég þakka kærlega fyrir þetta, mér finnst það mjög vel skýrt hjá þér og klárt. Ég meina þetta er ekki mjög gagnsætt kerfi, en mér fannst þú komast mjög vel frá því, þakka kærlega fyrir. En hefur ekkert komið til greina að samræma þessi mjög svo ólíku kerfi í rauninni? Það er auðvitað ákveðin galli að þetta sé ekki saman. Ég þekki ekki hvernig það var sem sagt í nefndarvinnunni og akkur þetta datt út á borðinu þegar það var að búið til frumvarpið. En auðvitað er það ákveðin galli og stærsti gallin sem ég sé kannski þetta hlaupandi ári lyfjum. Og þau er ekki að tala saman, en þetta var einhvers tíðu niðurstaðan og við verum svolítið bara að vinna út frá því. Þetta er náttúrulega mjög bagalegt fyrir þá sem þurfa mikið á heilbrigðiskerfinu að halda og eru í báðum kerfunum. Þá getur þetta verið bara töluverð útgjöld, sko. Þrátt fyrir, já, margt hefur lagast. Það annars bara þakka ég kærlega fyrir. Já, komið sæl, Kristinn heiti ég og kem frá Hugarafli. Ég hef með tvær spurningar. Fyrsta lagi, þú talaður eftir 12 mánaða tímabil þá kemur, er ekki 13.000 og eitthvað 200 sem það þarf að borga ef maður er búinn að borga upp í sitt. Ertu bara 6.400? Nei, eftir árið, þú er búinn að borga þína 6.400 fullt gjald í heilt ár, þá lækkar það næst, er það ekki? Nei, þá nefnilega heldur að þú ert búinn að greiða komin upp í 6.400 krónur Okay, og svo ertu búinn að borga 2.733 krónur í ára þegar þú ert að nota mikla þjónustu. Þá heldur að áfram að borga þessar 2.733 krónur jafn lengi og þú þarft að nota það mikla þjónustu að heildarverð reiknis fer yfir. Já, en það er miðað við að þú noti þjónustu hverju einasta mánuði. Já. Ég er að tala um það sko út frá þessum 12 mánaða tímabili eftir. Ef að þú ert að nota þjónustu og ert komin upp í hámarkið og það kemur stopp, saman hversu langt það stopp þá helst þessi 6.400 krónur sem eru þá þitt hámark þangað til þú byrjar að nota þjónustuna, hvort sem það er í 12 mánuði eða 2 ár eða þannig þetta ár er svolítið hægt en það er svolítið erfitt einhvern veginn að kúpla þessu út úr gamla kerfinu. Já, það er einmitt að fara að fá það hreint af því að næsta spurning var sko, er eitthvað inn í þessu núverandi kerfi sem gerir fyrir ráð fyrir einhverja hækkunum
sem að, við þurfum að borga, eða þarf að borga? Ég hef ekki heyrt það en ég hugsa að þetta verði vísitölu hækkað eins og hefur bara verið í gamla kerfinu. Það voru afsláttarkortin sem hækkuðu með við vísitölu og mér þykir ólíklegt að það verða ekki sama þessar upphæðir en það náttúrulega velferðarráðherra sem ákveður það. Já, þannig við erum ekki að tala sömu upphæð á næsta ári, við erum bara að tala 12 mánaða tímabil og svo verður eitthvað ákveðið 1 mánuðinn, þá breytist allt saman. Ég get ekki svarað því en þetta er annað ólíklegt. Ok, þá eitt annað, að því við erum svo hrifin af kerfum, verður eitthvað kerfi í gangi til að fylgjast með hvernig þetta kerfi kemur út? Já, það og við erum nú þegar byrjuð á því að greina hvernig þjónustan var notuð í núverandi kerfi og það verður svo greint hvernig framhaldi verður. Gott verð. Þá bara bendi ég á að þá verður flott að fá upplýsingar örorku lífeyrisþega inn í það kerfi af því að það var ekki tekið saman á undan. Þannig að það verður flott að fá það núna. Já, hvernig það hefur verið. Það hefur ekki verið teknir út örorku lífeyrisþegar að svo ég viti, en ég get spurt að þið niður frá niður í sjúkratryggingum en ég hef ekki vitað til þess. Þeir hafa verið sérstaklega teknir út sem hópur. Þó það getur vel verið þó ég veit ekki af. En það er eitthvað sem mér finnst alveg mikilvægt að verði skoðað sérstaklega. Því að það er kannski svo hópur sem ákvæmst getur erfiðast með að fylgja þessu kerfi. Já. Í rauninni. Takk fyrir. Svo koma þér ábyrgðingar framfæri. Ég vil taka það fram að ég er sérstaklega ánægður með hvaða spurningar þeir eru málefnilegar. Erna er bara afslöpuð þarna í höfuðhaldið. Viljum Mér langar að gefa þér bara smá dæmi sem ég reiknaði út í hausnum. Vill svo til að ég er að detta í nýtt lyfjaár í júní. Það er að vísu smá skekkja þarna sem hefur að gera með samheitalyf þessu svona, en mér reiknast til að ef ég færi til sérfræðings í 3 mánuði, þurfti að greiða sem svaraði 24.600 í hvert skipti, að samanlagður kostnaður áður en að einhver afsláttur kikkar inn í öðru hvoru kerfinu væri svona 120.000–130.000 á 3 mánuðum. Það meina fyrir lyf og... Já. Spurningin eins og er þessi, verður hægt að sjá sameiginlega stöðu einstaklings ef hann er bæði greiðsluþátttökukerfi lyfja og greiðsluþátttökukerfi fyrir heilbrigðisþjónustu. Eða þarf ég að fara á 2 aðskilda staði og reyna að muna þetta og bera þetta saman. Því miður hefur það. Þú getur alltaf að sé þetta allt í réttindagáttinni. Já, ég er að meina, í réttindagáttinni ég þarf að fara inn á sitt hvort staðinn, ég fæ ekki að sjá þetta samanlagt einhvers staðar. Síðuna fyrir lyfin og svo á síðuna fyrir læknisþjónustuna. Af því að þessi kerfi þau virka því miður ekki saman. Þetta eru 2 aðskilin kerfi, þó að sjálfsögðu að sá sem er að nota þau. Það væri mjög gott að geta fengið að sjá hverju staða mín núna á báðum stöðunum hlið við hlið. Þetta er góð ábending, reyndar. Ég skal athuga hvort það sé hægt að fara í þetta. En af hverju er þessi kerfi ekki keyrð saman? Er það bara vilji pólitíkurinnar? Þannig fáum við reglugerðina í hendurnar og við vinnum út frá því. Sæl, Sigríður, heiti ég, kem frá Öryrkjabandalaginu. Ég er með 2 spurningar, svo fyrir mjög stutt. Eru endurhæfingarlífeyrisþegar undir gilda sömu reglu fyrir endurhæfingarlífeyrisþega og elli- og örorkulífeyrisþega? Þeir fá þessa stöðu aðrir. Þeir fá aðrir? Endurhæfingarlífeyrisþegar. Já, þeir sem eru fá endurhæfingarlífeyri greiddan frá Tryggingastofnun. Ég held ekki. Það eru þeir sem eru með örorkulífeyrisþegar. Það eru ekki endurhæfingarlífeyrisþegar. Já, líka endurhæfingarlífeyrisþega. Þeir flokkast eins og voru flokkast eins í nýja greiðsluþátttökukerfinu og eru núverandi kerfi. Já, ok, af því að þú nefndir þá ekki áðan, þess vegna vildi ég vera viss. En nú þekkjum við það úr lyfjagreiðslukerfinu að það er svo mjög margt fyrir utan, mörg lyf fyrir utan sem er ekki inni í kerfinu. Og ég fór að hugsa allt, þú nefndir hvað er inni og þá fór maður að hugsa líka bara hvað er ekki inni og tannlæknir eru til dæmis ekki inni í þessu og sálfræðingar og heilsugæslu líklega ekki nema að fara í börn. Geturðu sagt okkur hvað annað þjónusta heilbrigðisstarfsmanna er ekki inn í kerfinu? Þjónusta sálfræðinga og heilsugæslu, þú greiðir komugjald af heilsugæslu til þeirra og komugjald af heilsugæslu eigandi kerfið, þannig að þeir fara til kerfið og ég veit að það hefur verið þó að það eigi ekki beint undan greiðsluþátttökukerfið, þá er núna verið að efla heilsugæsluna og það verið að breyta greiðslumódulinu, hvernig heilsugæslunni er greitt fyrir
sem sagt sína þjónustu og þar meðal annars einn þáttur og þeir fá hærri greiðslur ef þeir ráða til sig sálfræðinga sem náttúrulega mjög jákvæð þróun í rétta átt. Já, tannlæknarnir eru ekki í kerfinu. Ég á svolítið erfitt með að telja upp allt sem á ekkert í kerfið, en í rauninni það, ég held að þessi frekar að útskýra þetta sko með því að segja hvað á undir kerfið og þá það ergo það sem þar fyrir utan á ekki undir. Hjálpátæki til dæmis, já. Glasafrjóvgun. Eiga ekki undir kerfið. Fleira. Spurning hér. Já, Ástadís hérna aftur. Nú eru liðnir 4 mánuðir af þessu ári á gamla kerfinu og einhverjir komnir með afsláttaskírteini. Byrja allir á sama punkti í nýju kerfi eða hvernig með þá sem eru komnir með afsláttakort nú þegar? Nei, það einmitt þannig að greiðslur síðustu 6 mánuða telja upp í nýja kerfi, þannig það allt þetta ár og 1 mánuður af seinasta ári. Þannig þeir sem eru komnir með afsláttakort, þeir sem eru almennir komnir með afsláttakort, þeir byrja allir að greiða þá þarna væntanlega 4.100 krónur í 1. maí. En af því að greiðslan á afsláttarkortunum 8.900 krónur í núverandi kerfi hjá lífeyrisþegum, en hún 6.400 krónur í nýja kerfinu, að þá getur verið að þeir sem eru lífeyrisþegar sem eru komnir með afsláttarkort í núverandi kerfi nái því samt ekki nýja kerfinu af því að hámarkið hærra. Þannig að þeir gætu fengið sem sagt eitthvað mismun til viðbótar. Þannig að þeir gætu borga meira en 2.733 krónur 1. maí þráttur voru komnir með afsláttarkort. Ok, takk fyrir. Það var ég. María Óskarsdóttir heiti ég og er formaður kjarahóps ÖBÍ. Mér leikur forvitni á að vita þegar talað heilbrigðiskostnað. Þar sem ég bý á landsbyggðinni, þá vil ég vita hvort að ferðakostnaður talinn þarna inn eða hvort að hann óbreyttur. Ferðakostnaður óbreyttur? Já, hann óbreyttur og verður það. Ég veit ekki til þess að sé en áform að breyta því, en hún var ekki breytt við þessa reglugerðarbreytingu sem var núna. Þannig við sitjum enn uppi með súpuna sem búum utan höfuðborgarsvæðis. Já, það var bara þetta sem ég vildi vita, takk. Svo það bara minna fyrir skattanegina, það bara þannig. Ég glemdist að kynna maðan, ég heiti Anja Ísabel og kemur frá Spóax. Mér langar að spyrja varðandi S0-lyfin. Hvernig þau valin? Nú þekki ég ekki lyfjakerfi til meður. Ég get bara svara fyrir greiðslu. Ok. Þannig að ég ætlaði bara að spyrja hvernig þau væri valin og þú veist af hverju þau væri valin frekar heldur en önnur. Svona framhald af hinni spurningunni. Til miður þá get ég ekki svara því, en þú getur að sjálfsögðu sett fyrirspurn niður í sjúkratryggingar. En ég get til miður ekki svara því. Ok, ekkert mál. Fleiri spurningar hérna. Var ekki einhver spurning hér yfir í salnum hérna megin? Nei. Hérna kemur næsta spurning. Komið sæl, Halldór Sævar heiti ég. Ég man þetta rétt þá tala pólitíkur sem að þetta sé svona núllstilt leið fyrir ríkið, það að segja það ekki vera meiri kostnaði fyrir ríkið. Bara svona, hvernig þetta í samanburði við Norðurlöndin? Þekkirðu það? Þú veist, hlutfallið til dæmis í heilbrigðisþjónustunni, í greiðslu þátttöku bara ef þú getur aðeins bara í stuttu máli fara yfir það, hvernig við erum að standa okkur með Norðurlöndin? Með Norðurlöndin? Já. Nei, ég þekki það ekki, en það sem ég get svarað að ég veit að með nýju kerfi kemur 1,5 milljarður á ári inn í kerfið og þetta gott að skuldir koma inn á þetta því að það hefur svolítið mikið verið að tala að þessir heilbrigðu sé að borga fyrir þá sem eru veikari, en það kemur einhver fjárveiting með þessi 1,5 milljarður á ári sem ég minnir að sé til næstu 5 ára. Mér minnir það allavega á ári, ég veit ekki hversu lengi. Og þannig að
Já, ég get svarað því, en ég þekki ekki þetta kerfi að ég tel ekki, sko, þetta byggir ekki fyrirmynd frá Norðurlöndunum. Þannig að ég þekki það ekki. Svo ég fylgi svo aðeins eftir, hver grunnhugsunin? Er þetta jöfnunartæki? Er verið að jafna hér útgjöld á milli hópa í samfélaginu? Að einhverju leyti og held ég að það sé grunnhugsunin í kerfinu. Pétur heitinn Blöndal, hann bjóð til þetta kerfi og hann nú tryggingastarfræðingur sem útskýrir kannski að mörgu leyti að útreikningarnir eru svolítið flóknir, eða var tryggingastarfræðingur. En já, þetta var svolítið grunnhugsunin, en svo kannski kom í ljós að það þyrfti að koma fjármagn með. Þegar þetta fórst síðan í meiri vinnu, í meiri nefndavinnu og þegar var verið að smíða þetta ágæta frumvarp. Það kannski svara í mikrofónu. Og hann sem sagt hefur útreikningana frá hinum Norðurlöndunum og munurinn í rauninni hann er með blogginn á eyjunni, þannig að þið getið nálgast þetta þar, 2 greinar sem hann hefur skrifað þetta akkúrat efni, en munurinn að hámarksþakið íslenska er bara miklu hærra heldur en hinna og það er það sem hann í rauninni að gagnrýna. Hann segir, það var frábært þessu komið hámarksþak, en í samanburði við hin Norðurlöndin þá er það allt of hátt. Bara til þess að svara að því að... Já, þetta er gott. Takk fyrir þetta. Það sem ég finnst kannski jákvætt við þessu komið hámarksþak að núna geta hagsmunahópar þá kannski einbeitt sig svolítið í því í sinni baráttu að lækka, sem myndum við öll vilja sjá. En það er gott að svara þessu. Takk fyrir það. Já, Stefán Vilbergsson heiti ég frá Öryrkjabandalaginu. Ég langaði aðeins til þess að koma inn á það sem þú talar áðan að 1,5 milljarður fara inn í kerfið á hverju ári. Getur þú sagt mér í hvað fer, hvernig dreifist sú upphæð? Hvernig er hún í því ráðstafað? Einu upplýsinguna sem ég hef fengið að það koma 1,5 milljarður með nýju greiðsluþátttökukerfi. Það er því miður. Því miður get ég ekki svarað því. Endilega fleiri spurningar til að fræðast betur kerfið og sjálfa kerfisbreytinguna. Gjörðu sæl. Takk fyrir. Ég ætla bara að leyfa mér að kannski segja nokkur orð á þess að koma með spurningu beint, en bara að því við erum að tala lyfjakerfið og greiðsluþátttökukerfið í heilbrigðisþjónustu og kannski bera það saman með Norðurlöndin að bæði eru hámörkin náttúrulega mun hærri þannig að við borgum öll mun meira bæði fyrir lyf og heilbrigðisþjónustu og svo náttúrulega sums staðar á Norðurlöndum ekkert borgað fyrir að fara til læknis, þannig að við eigum alveg langt í land til að ná Norðurlöndunum og við höfum mikið að vinna í raun og veru til þess. En tilgangurinn eins og var kynnt fyrir manni var það að þeir sem borguðu það mesta kostnaðinn myndi lækka sem er jákvætt, en það þýðir bara það að þeir sem borguðu minna borga meira. Það er bara að vera að dreifa kostnaðinum á milli hópanna. Þannig að auðvitað ágætti sjálfur sér að fólk borgi ekki fleiri 100.000, en þeir sem ég til dæmis er formaður fyrir Samtök sykursjúkra og við erum náttúrulega bæði að nota mikið lyf sem eru náttúrulega rándýr og ekki mikið niðurgreidd og þurfum að fara til í læknisþjónustu og við nota hjálpartækin sem ekki inn í kerfinu og þyrftum náttúrulega að fara inn í þetta. Þetta er svona kannski 140.000 ári fyrir mann sem telst heilbrigður með sykursýki sem ekki með neina aðra sjúkdóma. Þannig að þú munt alltaf borga hámarkið á báðum stöðum og það þýðir þetta fyrir fólk sem ekki er lífeyrisþegi, þú borgar 140.000 ári sem er algjört lágmarkskostnaður sem er dálítið mikið og tekur í fyrir fólk sem er ekki með háa tekjur þó að setja í lífeyrisþegi. Bara svona aðeins til þess að koma þessu svona í umræðina, aðeins pólitík. Þetta er bannað. En segðu okkur aðeins meira kannski frá sumsé ástæðu breytingarinnar. Pétursnefndin náttúrulega lagði þetta til á sínum tíma að fara þessa leið og erum við að tala þá einhverja svona sanngirnisbreytingar að þeir sem eru að nota kerfið hvað mest við minnstu efnin svona þeirra hlutur verða aðeins skárri. Í rauninni get ég ekki talað
kannski mjög djúpt það að öðru leyti en að velferðarráðuneyti hefur svolítið notað hugtakið jöfnunargreiðslukerfi. Þetta sé jöfnunargreiðslukerfi þar sem verið að jafna álögur á milli þeirra sem þurfa minna að nota þjónustuna og þeirra sem þurfa að nota hana meira. En auðvitað eins og ég segi þá kemur eitthvað fjármagn með. En það, já, ég get miður ekki svarað meira en það. En þú áttu ekki að gera það endilega. Gott og vel, fleiri spurningar. Þið hljótið að vera með eitthvað ofarlega í huga varðandi þetta kerfi sem tekur gildi núna fyrsta dag næsta mánaðar, sem ber upp á mánudag sem þýðir að helgin er löng. Ég heiti Einar Guðmundur. Ég legg til að við fáum fund með pólitíkurum, þeim sem stjórna þessu, vegna þess að þetta er greinilega það sem að vantar hérna er sem sagt samræminguna, pólitíska samræmingu, og auðvitað getur þú ekkert svarað því. En ég bara legg það inn hérna fyrir fundinu og þá sem standa að fundinum. Takk. Forkólfar Öryrkjabandalagsins taka þetta til greina, enda sjálfsagt mál að eiga stund með þeim sem búa til svona kerfi. Mjög einfalt. Hvernig verður kerfi kynnt almenningi? Eins og ég sagði þá... Og hverjir sjá það? Já, velferðarráðuneyti sér það. Það hafa verið í samstarfi við okkur sjálfsögðu með varðandi upplýsingagjöf og annað, en það hafa verið útbúin af Sjúkratryggingum af velferðarráðuneytinu kynningarmyndbönd sem að því miður fóru of seint á stað að mínu mati og margra, en þau eru núna að eiga að vera tilbúin fyrir helgi og þannig þau verða bara í byrjun kerfisins, þá verða þessi myndbönd að rúlla. En þetta er komið, má ég sýna ykkur hérna, ég ætlaði nú að tala það fyrr. Það er komið líka inn á sjúkra.is, þar erum við að setja inn efni og allar ábendingar eru svakalega vel þegnar hvað ykkur finnst vanta þarna inn. Ef það er eitthvað inn á sjúkra.is sem þið sjáuð ekki, hringið á í okkur eða sendu okkur tölvupóst, því auðvitað viljum við að sem flestir geti farið þarna inn og fengið svör við sínum spurningum. Það er hérna þessi hnappur sem að stækkar núna. Hér er greiðsluþátttökukerfið og hérna erum við búin að setja ýmsar upplýsingar, allt sem okkur hefur að minnsta kosti dottið í hug að einhver gæti vilja vita, en það er eflaust ýmsar spurningar sem að brenna á fólki sem að við höfum ekki haft hugmyndaflug til að setja þarna inn. En hér eru spurningar og svör. Hérna erum við búin að reyna að safna saman sem flestu og svo er hægt að fara ég gleymdi því nú, ég bara gleymdi mér alveg í hérna umræðinni. Ég ætlaði að sýna ykkur réttindagáttuna, hún er hér. Og hérna inn getið þið farið og séð ykkar réttindastöðu á hverjum tíma. Ef þið opnið réttindagáttina þá birtist á forsíðunni þar hvað þið eigið að greiða að mestu í núverandi mánuði eða bara þann dag sem þið opnið hérna síðuna fyrir læknisþjónustu og þjálfun. En það er þó alltaf með þeim fyrirvara að þið gætu verið nýbúin hjá lækni eða þjálfun og það sé ekki búið að skila sér inn. Þannig það gæti verið í rauninni núna fyrstu mánuðin og fram á áramótum að staðan ykkar sé enga síður ekki rétt. Hvernig er hún uppfærð? Daglega eða? Hún er uppfærð á 15 mínútum fresti, þannig leið og við fáum reikninginn frá lækninum og þá uppfærst. Nú er ekki öll sjúklingasamtök sem búa svo vel að vera eins og sjúkraliðarnir, eða sjúkraþjálfarnir segja. Við til dæmis hjá Spóax erum ekki með neitt kerfi sem að tengist beint ykkur. Það er ekki ennþá búið að fræða okkur hvernig við tæklum bara venjulega afgreiðslu á næstkomandi þriðjudag. Er þetta eitthvað sem þú getur sett okkur inn í? Ég veit að Sjúkratryggingar hafa verið í miklum samskiptum við Spóax og það er verið að búa til kerfi fyrir. En þú veist, já, ég svo sem veit það er í einhverju ferli, en hérna, hún segir 1 virkudagur, svo, þú veist, af því að hún sagði við mig, hún Ingveldur, og það ætti sko að hérna, síðan að vera eitthvað námskeið með þeim sem eru svona að standa fyrir þessu, þetta veldur kannski pínur svona kvíða hjá starfsfólki sem þarf síðan að taka á móti fólki og getur ekki svara fyrir. En það á að vera alveg ljóst. Vertu bara sambandið þá við okkur Ingveldi, það er komin lausn á því hvernig Spóax afgreiða sína reikninga frá og með þriðjudaginn. Þannig endilega heyrið í okkur bara á móti.
Flott. Endilega bara kl. 9 á þriðjudaginn. Mér sýnist svona og heyrist að spurningum sé mér skoðst ekki að fjölga en þeim er ekki lokið. Já, Emil Thoroddsen heiti ég frá Gigtarfélaginu og nú er þetta kerfi örugglega búið að kostnaðar útreikna hvernig, já, hvaða fjármuni það þarf, það krefst ákveðna fjármuni þetta kerfi. Spurningin tengist því hvort að menn hafi einhverjar hugmyndir hvort þjónustumynstrið í sjálfu sér muni breytast við þessa kerfisbreytingu. Já, við erum með svona ákveðnar hugmyndir það. Það má til dæmis gera ráð fyrir því að sumir þegar spurt einhverja sem hafa neytendastýrða þjónustu að það er náttúrulega einhverja sem hafa neytendastýrða þjónustu sem mun verða kleift að nýta sér sérstaklega sjúkraþjálfun í nýja kerfinu. Þannig að það er greiningavinna farin í gang á því hvernig einstaklingar hafa nýtt sér þjónustuna í þessu kerfi og hvort og þá hvernig það mun vera breyting á nýtingu þjónustunar sem áhendur kerfið í nýja kerfinu. En það má alveg gera ráð fyrir því að hún verði einhver. En það verður fylgst með. Ein spurning frá miðjunni. Ég heiti Anna Vestmann. Mér er með spurningu í sambandi við hámarksgreiðslur á ári. Ég fór inn á sjúkrá og þar segi ég í maí það borga ég 0 og ég er búin að borga frá því í desember 50.000. Hversu lengi nýtist þetta, hvenær byrja að borga aftur? Sko 1. maí það mun bæta sér þessar 0 krónur, 2.733 krónur. Já. Þannig að einstaklingur sem er í dag með 0 í réttindagáttunni sinni, Já. að því kerfið, sko eins og við það svona ákveðum fyrirvari sem að fjallar þetta að réttindagáttunni miðað við þess að kerfið hafi tekið gildi. Þannig að það 1. maí þá verður þessi upphæð hjá einstaklingi sem er með 0, 2.733 krónur. Og þá á það bara sama við þess að ég fór yfir áðan í útreikningunum að þá greiðir sá einstaklingur á meðan hann er að nýta þjónustuð þar sem hans hlutfall fer yfir 2.733 þá greiðir hann 2.733 jafn lengi og hann er að nýta þjónustuna. Já. Og ef maður hættir að tala ekki lengur þjónustu þá hækkar þessi 2.733 alltaf á hverju mánuði í 6 mánuði þangað til þú ert komin upp í 6.400 sem er Þýðir þetta sem sagt að maður getur leyft sér að fara eins oft í sjúkraþjálfun á dag? Svo framulega sem að læknir telur það. Já, nákvæmlega, já. Það er alltaf ennþá að fá biðinni og svo framvegis. En það er kannski með þeir sem hafa neitað sem sjúkraþjálfun. Takk fyrir. En útskýra aðeins þetta fyrir okkur, þetta er svona eins konar uppsefnunarkerfi. Sko, hver er hugsunin á bak við það? Að það jafni út þá greiðslurnar til langs tíma? Ég skil ekki alveg spurt þetta. Þar fór ég verða. Nei, sem sé hugsun á bak við þessa breytingu að það bætist þannig alltaf 2000. Alltaf ofan á? Já. Já, það er bara, ég veit ekki hver hugsunin var. Svona var bara kerfið sett upp og svona fengum við þetta út af. Maður getur ímyndað sér að það sé að maður sé ekki að hoppa strax upp í hámarkið. Já. Að það komið þá í stregum, sveiflujöfnun. Sveiflujöfnun, þarna kom svarið. Óskiljanleg spurning, en ágætt svar. Nú fæ ég aðeins að tjá mig. Þetta raun og veru kemur í staðinn fyrir það eins og við þekkjum í lyfjakerfinu þar sem við byrjað upp á nýtt. Þá kemur þetta inn í hverjum mánuði smátt og smátt. Þannig að í staðinn fyrir það komi einn pakki og byrjar alveg upp á nýtt þessum lyfjunum að þá tínist þetta inn smátt og smátt í hverjum mánuði. Þetta er töluverð breyting, sko. Ekkert að setja það yfir og yfir? Komið lustur? Það er spurning fyrir það ekki bara ykkar þingið? Já. En kannski bara ein spurning, þú veist, ég bara allt í einu hugsa, getur maður það bara endalaust borgað þarna lágmarksupphæðina per mánuð? Er engin takmörk á því? Ef þú þarft að fara annaðhvort í þjálfuna til læknis í hverju mánuði, myndu þá bara einu sinni borgað 24.000 ef þú ert almennur? Ef þú ert almennur þá getur þú greitt einu sinni 24.600 og svo getur þú greitt 4.100 jafn lengi og þú ert að nýta þjónustuna. Og þess að þetta bara í 10 ára eða eitthvað svolítið? Þess vegna, já.
Já, ég meina þetta er svona, meina fræðilega, já. Það er kannski ekkert ósennilegt að einhver fari hverju mánuði sérstaklega í þjálfunum, það bættist náttúrulega inn í kerfið til viðbótar og það, þú veist, þeir sem fara mikið í sjúkraþjálfun þurfa alltaf að fara reglubundið. Fyrir ákveðin hóp fólks getur við komið mjög löng tímabil. Já, einmitt, ok. Og einmitt fyrir einstaklinga í krabbameinsmeðferð getur líka komið mjög löng tímabil og þú veist það er að stilla þessu upp á margan hátt. Það getur... Jú, mér sýnist að þetta getur náttúrulega bót og betra heldur en mann sýnist það sko, það komið betur út. Fyrir marga, já. En er þetta að sjá í fljótu bragði hvar ávinningurinn er mestur? Sjáið þið fyrir þá hópa sem, eigum að orða þannig, græða mest að þessari breytingu? Þessir einstaklingar sem þurfa að nýta þessa þjónustuna mjög reglulega og er að greiða núna háar fjárhæðir og þá yfir langan tíma. Og það er eins og ég nefndi til dæmis þeir einstaklingar sem hafa þurft að mikið þjálfun að halda og þurfa bara það alltaf til þess að halda sér svona gangandi og góðum að þeir greiða minna og til dæmis krabbameinssjúklingar og aðrir langveikir. Gott vel ef ekki að fá einar 3 spurningar viðbót. Er það ekki heilög tala? En þær með ekki verið jafn óskiljaðar úr minni munni. Eða er þið alveg kjallstopp? Þá skulum við bara gefa Ernu nokkur lokaorð til þess að vekja athygli á praktískum atriðum eins og heimasíðunni og hvernig við getum kynnt okkur þetta frekar og svona hvað gerist á næstu misserum í varðandi þetta máli, er þetta komið til að vera og svo framvegis, gerðu svo vel. Takk fyrir það. Mér finnst þið svolítið vera þurr auðsinn hérna, en ég vil bara skiljanlega athygli á Sjúkratryggingum heimasíðuna, endilega fara þangað inn og kynna ykkur kerfið hérna í greiðsluþátttökukerfinu og spurt og svara. Svo vonandi þó að auðvitað hefði kynningamyndböndin mátt vera fyrir út, þá fara þau vonandi í gang núna við upphaf kerfisins. Hvað er í gagnagáttinni nákvæmlega? Í gagnagáttin er fyrir veitendurnar, réttindagáttin er fyrir okkur. Ég get kannski bara opnað á hérna. Ef að opna hann í lokin svo þið sjáið hvar maður sér sína stöðu. Það er náttúrulega ótrúlegt að ég haldi þessar kynningar og ég er ekki komin með ég er seinasta manneskjan í Íslandi sem er ekki komin með rafræn skilríki. Það er næsta mál á dagskrá. Nei, hvað er það mér? Tölvan segir nei. Þetta er sviðskrekk að slá þetta hérna inn. Það var reyndar á seinustu kynningu þá var ég að gera þetta svona. Þá sjáu þið mig og vitið allt mína stöðu, en hérna sjáu þið þetta. Hérna kemur þessi, ef ég myndi fara til læknis í dag og ef kerfið væri búin að taka gildi, þá myndi ég greiða að hámarki 21.500 krónur. En af því það bætist við þessar 25.000 krónur, það bætast við þær 4.600 1. maí, þá mun ég greiða hámarki 24.600 eftir 1. maí. Þú ferð, strax að þú ert komin á þessa síðu, þá ferðu beint inn í greiðsluþátttökuna. Þá fer ég beint hérna, þá hérna ég sjá meira og þar get ég séð alla mínu stöðu og alla þessu útreikningar sem ég fór yfir áðan í PowerPointinu, þar get ég séð hérna. Og þetta er uppfært á 15 mínútna fresti? Á 15 mínútna fresti, en miðar auðvitað alltaf við það að SÍ sé búin að fá alla sína reikninga. Þannig að eins og ég segi, það getur myndast einhverja innlagnir því miður við upphaf kerfisins. Er eitthvað annað sem ára að skoða sérstaklega á þessari síðu? Stefán, hvað segir þú? Nei, ekki sem ég man eftir. Nei. Auðvitað er ýmislegt þarna inni sem á að skoða. Ég var búin að skrá mig út. Í réttindagáttinni sjáu þið náttúrulega þarna á þessari upphafssíðu, sjáu þið líka yfirliti við lyfin og fleira og sem hægt er að kafa dýpra inn í. Á heimasíðun okkar, það er náttúrulega fleira heldur en bara spurt og svara, þar eru dæmi
sem þið getur skoðað ef þið viljið velta fyrir ykkur útreikningum á þessu. Þar eru sem sagt flokkarnir sem sagt hvað tilheyrir undir greiðsluþátttökukerfið og myndböndin munu koma þangað inn og þannig að það er ýmislegt meira efni þarna sem ég bara hvet ykkur til þess að skoða. Þá held ég við þökkum bara fyrir okkur nema við fáum eina lokaspurningu. Já, ég var smá paranoid hérna í lokin. Fór að hugsa svona persónuverndar sjónarmið. Nú er ég að velta fyrir mig að ég færi að sækja vinnu. Gæti til dæmis vinnuveitandinn sem ætlar að hugsanlega ráða mig, biðja mig að koma með útskrift hvað ég hef farið mikið til læknis eða mikið lyfjakostnað eða ég líka velta fyrir mig með tryggingafélögin. Þú veist, er eitthvað sem bannar aðilum að láta okkur þegar þetta er orðið, skiljið svona miðlægar upplýsingar okkur og það er auðvelt að safna þeim saman að þessir aðilar, hver er ekki farið í vinnu í viðtal og maður spurði hvort maður sé heilsuhraustur og þetta segir, jú, ég er tiltölulega heilsuhraustur og svo vilja menn fá staðfestingu á því og þá, já, sniðugt, sýndu okkur hvernig hvað þú ert að borga mikið heilbrigðisþjónustu, skiljið hvað er að fara. Þú veist, ég held að þetta geti alveg komið upp og hvernig persónuvernd hefur tæklað málið. Þetta er bara eina betri spurningum dagsins. Það er náttúrulega í gildi persónuverndarlögur. Réttindagáttinn þó að við sem að kynna hana hér hefum verið til í fjöldamörg ár. En nei, ég tel ekki en ég held að þetta sé kannski umræða fyrir annan vettvang. En mjög áhugaverð spurning enga síður. En Stefán, bestu þakkir fyrir að koma og greinar góðar upplýsingar og ég var ennþá betri svör við þessu mikilvæga málaflokki. Haldið þið áfram eitthvað góða starfi? Við hvetjum líka bara til að hafa samband við okkur ef það er eitthvað að sjálfsögðu. Og þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Væntanlega verður framhald á þessum fundi og þá með allt öðrum aðilum, kannski pólitíkinni, kannski ráðuneytisfólkinu sem er að grugga í þessu á hverjum degi. Það er margs að spyrja en hér í dag fengum við einhver svör og vonandi er þið upplýst en ég segi bara nú þegar góða og langa helgi.